lagi með þið. Það er föstudagur, Mötley Crüe komnir á fóninn. 2 harðir mættir í stúdíóið. Eins og Stebbi Hilman sagði hér forðum. Það er allt eins og það á að vera. Það er svoleiðis. Já, og ég ætla bara að byrja að spyrja Gilsi Neggar, hvernig hefur það? Ég hef aldrei verið betri. Þú segir þetta alltaf. Ertu þá betri núna en þú var síðasta fösta? Ég er betri núna en ég var síðasta fösta. Er það? Já. Ok, segðu hlustundum akkur. Ég er skafnari og það er styttri sumari. Skafnari, já, ertu í kötti? Og það er búin að vera í kötti sinni kynntist þér? Nei, ég er ekki alltaf, stundum er ég í bölki. Stundum ertu í bölki? Hvað, ertu að fitna það? Fitna, þetta orða það svona. Bölk er bara svona fallett orði við út að þingja þig af öðum og smáfitu. Já, ok. Kemur þetta smáfita með? Mér finnst einhvern veginn alltaf, bara alveg sinni kynntist þér, nú er ég búin að þekka 6 ára eða eitthvað, 5 ára eða eitthvað. Það var alltaf bara, vá, í miðju kötti. Mér finnst þú alltaf að segja þetta, það er alveg sama hvaða. Ég er duglegur í köttinu. En samt ert aldrei neitt rosalega skorinn. Hörðu, þetta var óþægilegt. Ég ætla ekki að fara. Þetta var særandi. Nei, ég ætla ekki að fara að særa þig fyrir þetta. Þú varst að því. Þú ert mjög þykkur. Þú ert mjög þykkur. Ég veit allt um það. Þú ert muscular. Tók 165 í bekknum á mánu. Þegið? Vá. Þú ert alltaf mennskur. Helskafinn, hendi mér í bekkin. 96 kíló pjakkur. Reif þau. Vá, 165 kíló. Það er ótrúlega. Þú ert frábær. En ég er í kötti og ég er bara, það er að koma sumaruð. Ég veit það. Veitum maður ekki vera klári í skíluna í maí? Ef við ekki að fá vor samt fyrst? Það er februar sko. Það er orðið heitt. Það er enda 22. februar. Þannig að það er lítið eftir án, 6 dagar. Já, pluss eitthvað í mælum við bílum. Já, það er búin 10 steg hitti bara síðustu dag. Það er bara svo leiðis. Þetta er veistla og talandi veistlu þá erum við með veistlu handi ykkur í dag. Kæru hlustendur. Það er nákvæmlega þannig. Spurt og svara var í frí í síðustu viku. Þú ert komið með nýja spurningar sem að. Já, og það koma svo margar. Já, bara að senda svo rosalega margar. Já. Ætlum við að halda áfram með stuðlaði? Býta aðeins, leið mér að hugsa, já. Já, ok, það finnst það. Ég er með gott stuðla í dag. Ertu að grínast? Mun ég fíla það, eða er þetta svona eitthvað vipi? Nei, ég er ekki að spila eitthvað væmið drastlöðun, þetta er stuðla, nei, þú ert ekki fíla það. Er þetta sem sagt eiturlyfjalag? Eiturlyfjalag? Já, eins og ég kalla það. Já, ok, hörðu, ok. Og það helst að vera okkur síru til að fíla þetta? Allt fólk sem fíla stuðlög og er í góða skapir og eiturlyfjum. Auður Blöndal, quote. Nei, þetta er ekki kvót. Hvað hendur í það? Nei, þetta er svona sírun tónlist þar sem ég myndi. Það er ekki eins og allir á Íslandi sem að droppa síru þó að fíla lögin. Nú er ég ekki á síru. Nei, ég hlusta á þetta bara. En þú ert síruhaus, það er munurinn. En ég nota ekki eiturlyf. Nei. Og ég elska þetta. En þá bara, hvað er hvað með þá bara? Nei, auðvitað þarf þetta ekki að fara eiturlyf. Ekki vera að snúa út í því sem ég sagði. Nei, þetta er svona, þetta er reif, ok, fólk sem er á reifu og að kaupa sér vatn. Það sem að svona lögur er mjög vinsæl. Eru þau ekki að gera eitthvað annað heldur en drakka bjóra? Ok, hei, slakað á. Blóðurstingunni í síðan hækka. En nú er bara kljómsveitin þín Nirvana. Þeir voru ekkert eiturlyfjum með það. Jó. Nú, já, ok. En tónlistin er ekkert svoleiðis. Æ, ok, ég nenni ekki að rífast við þið maður. Ok, hvað eru að fara? Þetta verður eitthvað frábært lag hér. Við erum of mikið af topics of discussion í. Já, þetta getur orðið einn af þessum þáttum sem er oféttur. Já, ég lesa allt sem er að fara að gera. Þetta er alveg mikið, sko. Frikki Dór kemur til okkar. Já. Hann er með föstudagslæði. Jón Jónsson skoraði á bróðið sinn. Hann kíkir hérna eftir. Það er nákvæmlega þannig. Og David James kom í gær og setti þrennu. Já. Og hérna fyrir maður sér við það. Það er ekki oft sem að markmaður hjólar í þrennu, þannig að það var vel gert í honum. Þannig að gefa honum það. Og já, þetta er bara, við erum ekki með hellingadóti. Sko, við erum bara oféttir. Þannig að hérna keyrðu bara eitthvað lag og jafnvel bara hálft lag. Við erum bara hálflag. Nú, náðu ekki einn svona klára lagi, það er mikið að gera. Og Heiðar Östmann trompist, það er bara að hafa það. Fílað þú þetta lag, Egill? Ég er bara, jú. Ha? Bara allt í lagi eða eitthvað, ég veit ekki. Ég er bara að hafa Mötley Crüe undir bara allan dag. Það er svoleiðis? Það ekki. Það er ekki. Það var það sem betan okkar. Já, við erum alltaf með þögn undir. Nei, ég er með svona einhver svona smá betta. Það er fínt að hafa bara Mötley Crüe undir þig. Já, jú, það er hart, við ekki það. Það er komið að slúðri hér í FM 95 Bló. Ég veit að þú verður mjög ánægð með eitt slúðri sem ég er með. Bring it, Blondell. Já, ég ætla ekki að byrja á slúðurinn sem ég held að þú verður ánægð með. Ég ætla að byrja á Justin Bieber. En hann er víst byrjar að deyta á strákurinn. Hann er bara að kalla þig The Beep Machine, heyrðu það? Nei, alveg nei. Já, hann var eitthvað viðtölu daginn og sagði The Beep Machine. The Beep Machine? Já. Ekki svalasta nafn sem ég heilt, en það er gott hjá hann. Hann er byrjar að deyta og stúlkan sem hann er að hitta þessa dagana heitir Ella Page Roberts Clark. Nei, þetta var eitthvað gert að The Beep Machine þegar hann var að hætta. Ný hættu með Selena Gomez, en hei, hvað hann að gera? Hún er að halda áfram með lífsitt, ákveður ekki hann. Hún er byrjað að deyta eitthvað líka, sko. Í alvörinni? Já, þetta, þú veist, Egill, þetta eru 18 ára úlingar. Já, ég meina þau hafa tilfinningar. Þetta er ekki fertu eins og við, sko. Þetta er bara börn. 18 úlingar á tilfinningar líka. Já, þetta er tilfinningar, en þú veist, þetta er ekkert eitthvað, þú ert ekki að býða í 3 ár, þú hættir með kærusinni. Það finnst bara The Beep Machine og fyrirvöndin hans voru að leika sem með tilfinningar. Hvort annars? Já. Hvort ertu í Team Beep Machine eða Team Selena Gomez?
Ég ætla að kynna mér þetta aðeins betur. Já, ok. Hvað gerðist þarna? Áður ég negli mér í Team Beat Machine. Ég var með slúður hér daginn að þetta víst Rihanna að kenna, því að The Beat Machine og Rihanna voru víst eitthvað að hittast. Nei. Jú. Rihanna búin að setjast á andlit á The Beat Machine? Það veit ég ekki. Herðu, hérna, það næsta slúður og það slúður sem ég held að þú verður ánægð með Egill. Það Lindsay Lohan, hún kærði Pitbull og hún fór í mál við hann. Hérna kærði hún Pitbull? Já. Ekki lagið með hana? Sko, Pitbull með í laginu sínu Give Me Everything. Já, það frábært lag. Já, þú veist, frábær setning og bara frábært lag og hvað? Hann hendir í línu þar sem I got it locked up like Lindsay Lohan. Hann segir þetta í laginu. Já, þetta er bara gott cover hjá King Pitbull. Já, nema það að hann fekk ekki leyfi fyrir þessu hjá Lindsay Lohan og hún kærðan. Já, ég lofa þér. Hörðu, hann hefur verið á okkur bar, Blondell. Ekki vera svona vitlaus. Hvað meinar þú? Ég er bara að lesa slúðrið. Heldur virkilega að King Pitbull hafi bara sett þetta inn í lagi og ekki fengið leyfi? Ég lofa þér. Hún fór í mál við hann. Það sem gerðist var. Hún var að kæra hann, en Pitbull vann málið. Þú voru á okkur bar og hann sagði við hennar, hey Lindsay Lohan, ég ætla að nota nafnið þetta. Já, endilega. Og síðan þykist hún ekki með þetta er 100%, hún er allt niður þessu. Hann að dissa hann og þetta vann hann þetta ekki? Já, hann vann málið, en dómarinn í málinu hlustaði ekki á þá rök að Lindsay Lohan var búin að vera í tilfinningalegu rústi síðan að nota þetta. Gerur þetta? Það er verið að henda hann í eitthvað lag sem er bara eitt vinsælasta lag ásins og hún kærir hann og segist að hafa verið í tilfinningalegu rústi síðan þetta lag kom út eitthvað. Verði ekki að þessu byggt? Það er mest að lígi sér. Já. En það vantar bara cash. Það er nú ekki það mikið diss líka. Hann segir locked up like Lindsay Lohan. I got it locked up like Lindsay Lohan. Hefur ekki eitthvað nafnið þínu eitthvað skellt eitthvað lag? Jú, bara til dæmis hérna, hvað heitir hann, MC Gauti. Já, ég er á skallanum eins og Auðun Blöndal. Já, ertu búin að vera tilfinningarlegu rústi sem það er þetta hár rétt, en ég kærði hann ekki. Kærði hann? Nei. Bara, okkur ekki. Free money. Á ég gera það? Money? Já. Þú ert búin að vera eyðilegur síðan. Þú elskar free money, eða ekki? Já, hvað er betri free money? Ég veit ekki. Svo ætla ég að enda slúðupakkan á... Hvað er slúður sem ég elska? Nei, það var Lindsay Lohan og Pitbull. Ok. Mást ekki annað með það? Jú, mjög. Ég ætla að enda þetta bara á Mel B, en hún tekir líklega til þess að vera dómari í America's Got Talent, næstu seríu. Lífið hennar er búin að vera straight down the shitter eftir hann hætti með Fjól. Já. Fjölnir Þorgeirs. Er það? Allt niður. Það er bara ekkert frétta af henni svo sem. Nei, hún var á toppnum þegar hún var með Fjól. Já, hún var í Spice Girls. Með Spice Girls, var the shit. Spáði því. Allt niður úr sig þetta. Þegar Spice Girls er upp á sitt allra besta og er bara frægasta hljómsveit í heimi, þá er Victoria með David Beckham og Mel C með Fjól. Við líka félagskapur. Hann var bara hitt. Það bjargaði síðan einhver 200 hestum upp úr einhver tjörn einhver tíma. Já. Stíðið bara á lærið á mér, hestar. Eru Íslendingar hættir að rifja það atrið upp, eða? Það er ekki rifjað nógu oft upp. Mér finnst það að þetta vera bara dagur tilengaði Fjölnir Þorgeirs eftir þetta atvik. Hann hendið sér út í tjörn og lét hestana hlaupi yfir lærið þess til að bjarga þeim frá drukkna. Það var allir staðið bara með síku að þessi hestarnir eru komin út í vatnið. Já, ég staðið að það með puls og kók bara og þeir eru að drukkna. Ég hef ekki hlaupið út í og... Hann reif sig úr, hendið sér hún og stíg hann að lærið á sér. What? Wow, man. Hefur þið leyft það? Hefur þið látið hestinn bara hlaupa upp á þið? Sko, ég veit það ekki. Nei, ég veit alveg ekki að þú erum ekki Fjól. Nei, þú hefði þóst verið að reyna að hjálpa, en það hefði samt ekki verið að því. Ég kannski ítt undir raskatið á hestunum. Nei, þú hefur alltaf hrættu við það. En alltaf stígun að lærið á mér. Vá, þú hrættu við geitunga, þú ætti ekki að vera að hjálpa nefnum hestum í einhverja tjöld. Ég hrættu við lítil ógeðslega dýr. Ekki hesta, Allavega, þá var það Fjölnir Þorgeirs sem að bjargaði þessum hestum. What a man. Þetta var slúðupakki dagsins. Hér rétt handa á hornið spurt og svarað með Gilsara. It was 99 cents. What you know about rocking the wolf on your noggin? What you knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the... I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that. Whoa. The built-in onesie with the socks on them. Whoa. I hit the party and they stop in that. Whoa. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. FM 957 og kjúklingastafurinn Suðurveri gætu bóðið þér út að borða. Fylgdu með í þætti Þór Daniels helgar og þú getur unnið máltíð fyrir þig og þína á kjúklingastafnum Suðurveri.
Potturinn í Eurojackpot stefnir í 2.579.000.000. Þarf ekki að fara að koma þessum nýja 10.000 kalli í gagnið. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Nýtt í bíó. This is 40. Daddy and I are making some changes. Nýjasta grínmynd, Judd Apatow. You're on the computer too much. Frá þeim sömu og farð okkur Knocked Off kemur einn skemmtilegasta mynd ársins. Hello, fellow students. Judd! Leslie Mann og Paul Rudd fara á kostum í þessari frábæru mynd. Are you guys talking via intranet? This is 40. Komin í bíó. Góði vinur. Vantar þið ekki traustan félaga í ræktina? Hámark, Pollur félagi. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Þú ert að hlusta hér á 2 harða, kæri hlustandi. Við verðum með ykkur hér til 6 í dag og þá tekur, kynlífsvili Rikki G við og verðum með ykkur til 9 í kvöld. Allt að gerast hér á FM. Það er kynlífsvilin? Já, hann reyndar bara toppgaur, Rikki G. Já, ég held að segja öflur í rúminu. Já, það myndi ég ekki. Ég skipti bara engum máli. Hörðu, ég ætla að fara að bjarga your personal life. Það er sennilega síðast sem þú getur gert. Það er að bjarga með personal life. Ég er að fara að gera það núna, Mr. Blondale. Hefur ekki séð á Facebook, alltaf hægri menn, mynda einhverju konum eða einhverju sexy gæjum, nei, aðalega konum, og það stendur yngri menn ekki leyfðir. Já. Og þetta er eitthvað datingpromotion.net, kynnist froskuðum, einhleipum athafnarkonum sem vonast til að finna ástina. I'm hooking you up, Blondale. Nei, þú ert ekki að hook me up. Jú, það er bara nákvæmlega þannig. Nei. Við erum bara að skráði það inn. Já, það er. Hörðu. Hvað er þetta eitthvað ellend dæmi eða? Þetta er bara... Er þetta Íslands síða? Þetta er bara Norðurlöndin. Þetta er bara Danmark og Norðurveg og Ísland. Ég er að fara að byrja með einhverju konu bara í einhverju konu í Svíþjóð. Þetta er Danmörkur. Þetta er korter 4 í Danmörkur. Án gríns, Blondale. En ertu búinn að skrá með hana? Ég er búinn að bara skrá e-mailið. Nei, ef ég er komin að hérna einhverjum texta, eitthvað hérna, enter a descriptive text about yourself, at least 25 words, og hérna, og ég þurfum að lýsa þér, út af því að, og það þarf að vera eitthvað sexy, út af því að það er miljón skráningar úr þann, og okkar þarf að standa út með þig, út af því að þú veist, Danmörk, Norveg, veit enginn hver Mr. Blondale það er, jújú. Þú ert alveg hot shit hér. Þarna er þetta bara eitthvað piece of shit. Og við þurfum að, þarna þurfum við með grjótharða, grjótharða texta, fallegan. Hvaða mynd ætlar að setja? Eitthvað mynda sem ég mögulega ert okkur, þannig að sem sýnir þér að þú ert í top physical shape. Ekki bara andlitsmynd. Já, það er ekki til eins og leiðismynd. Jú, það er einhverju gemmynd. Bara eitthvað í ræktinni, eitthvað flottur, bara svona reiður og ákveðin í ræktinni. En það er reyndar þetta gæti orðið og hefur við svo að lesa hér í þættinu næsta föstudag ef við fáum eitthvað að senda hann inn. Já, þetta getur verið gaman. Fólki fylgjast með hvernig gengur. Ok. Og það hefur ekki gengið vel Starbucks dæmið okkar. Viðreynslan? En þetta gengur ekki. Goddammit, Gump. Já, þarna er líka, þarna er mynd og svona. Það getur hjálpa. Já, ég meina, það er eitthvað milljón manns að þeirni. Ok. Tótal. Hvernig ætlar það að skrá mig? Þú velur eitthvað góða mynd? Já, ég vil eitthvað mjög sexy myndaðir. Ok, takk. Hvernig ætlar það að lýsa mér? Hvað sagði það? Það er í 25 orðum með það? Já, ekki, nei, þú mátt ekki lýsa mér. Ég nenni ekki að standa að eitthvað bald piece of shit, gambler og drunk og eitthvað svona kjaftaði. Það er aðverðun, ég er bara að reyna að hugja upp. Það er ekki verið að skoða þetta bald piece of shit. Já, það var ekta þú. En viltu hafa bold? Nei. Hvað er svona sexy orðið við bold? Það er ekki til sexy orðið við bold. Jú, segðu bara hérna Jason Statham lookalike. Nei. Flippfílingur ég veit, sko. Segðu bara, þú veist. Sleppti þið bara að segja bold. Ok, út bara... Það er mynda mér, ef það er mynd, þá sér hún alveg sköldlótið. Já, ok. Fuck it. Ertu hress, eða? Hvernig ætlar að segja það á ensku? Ég veit það ekki. Ég stari bara auðan reytöður. Já. Hjálpaðu mér hérna. Ég er að reyna það. Ok, þú ert að... Henni bara...
a celebrity in Iceland. Nei, það viðbjóður Egill. Bara ekki vogar. Segðu frekar, ok, bara hress og skeið, bara... very... Positive, nei, hvað er það? Bákvæður Positive, út í ákvæður. Já. I am a very positive person. Nei, heyrðu þetta. Þetta ekki gott. Egil, þetta ekki gott. Við þurfum að hugsa þetta eitthvað betur. Ok, bara hérna... My name is Blondell. Já, bara hannig. Ok. My name is Blondell. Já. And I like to have fun. Það ekki. My name is Blondell, I like to have fun. Smá Forrest Gump fílingur í þessu. Já, það er bara eins og sé heftur, en ok, hentu því. My name is Blondell. Já. Akkur þetta tala eins og Gump. Það er bara, my name is Blondell, I like to have fun. Já. Ég fíla að ferðast. Hoping to find, ekki love, ekki bara hoping to find some entertaining people in here. Nei, þetta bara vond. Nei, þetta ekki hægt. My name is Blondell, and I like to have fun. Já, hoping to meet og bara hérna fun people, það ángríns, en bara hope you also like to have fun. Og síðan svona flipkart með svona tungun úti, svona 2.p. Tungu útkall? Já. Ok. My name is Blondell, and I like to have fun. Síðan, hope you also like to have fun. 2.p. Nei, það er eins og sé heftur Egill. Vertu með eitthvað svona almennilegt, bara eins og gerum þetta á alvöru. Reynum að fá okkur til að tala við okkur. Þá getum við lesið það í næsta þætti. Ok, þetta er ekki nógu gott. Nei, þetta er bara rugg. Við þurfum að gefa í skinn og það er nóga monni. Út af það stóð þannig í skráningunni. Þetta væri hérna einhleipar athafnakonur, þroskaðar sem vilja menn sem hefur money. Ok. Við þurfum að reyna að koma því að, annars að segja hérna a shit money. Já, ok. Ekki að maður nefnist Blondell en a shit money. Nei, það myndi enginn, það er bara viðbjóður, þú heyrði það sjálfur, það myndi enginn svara þeirra auðlýsingu. My name is Blondell and I shit money. Bara ógeðslegt. Þannig að ég heldur þurfum bara að hugsa þetta eins Egill. Okay, þetta er ekki alveg komið. Við leifum hlustendum að vita hvernig auðlýsingi verður þegar hún er tilbúin. Já, ok. Nú ekki. Þetta gert fyrir þig Egill. Þetta koma þér í stöðum. Finna fyrir þessu augnabliki hún Kristín Aguilera sem syngur hér með Pitbull, lagir Feel This Moment og þetta endur alveg ágætislag. Ég skal alveg gefa Pitbull það. Lóksins að þú viðurkennir Blondell. Hann á alveg 1 og 1. Það er svoleiðis. Já. 1 og 1. Mér finnst hann ekki jafngóður og þér og Hjöppa finnst hann, en hann er ágætur. Það styttist í Frikka Dór sem tekur föstudagsslagið og hann þarf að koma aðeins fyrr. Hann er bara mættur hér eftir 5 mínútur því að hann er að fara eitthvað soundcheck. Hann er með útgáfutónleika í kvöld. Þannig að það verður Jón Jónsson bróðurinn skorað á Frikka og svo fáið Frikka til að skora á eitthvað annan. Það er eitthvað veisla. Já, þetta er skemmtilegt. Ekki það var gaman að hafa Sverrir Bergmann, en núna þetta er fjölbreyttara hjá okkur. Já. Svo erum við líka með nýjan leik fyrir að gefa Tangerine-flöskuna. Já, það er nýja leikur eftir. Mástu, við ætlum að breyta því. Já, ef við ekki bara hérna segja hvernig svo leikur eftir. Jó. Hvað ætlaðu að hendi í spurt og svara núna? Ég var alltaf að byrja mig, ég er með 3 spurningarna og henda okkur í spurt og svara það. Já, það fekk frí í síðustu viku, þannig að þú hefur nú haft góðan tíma til að hendi eitthvað gott. Hendi eitthvað gott? Já, finna eitthvað gott. Já, finna 3 góðar. Finna 3 góðar spurningar að þig. Og já, það ætla að koma margar í núna. Já, kemur ekki á orð. En svarar eitthvað tíma? Þú svarar aldrei. Hvað mennir ég svara aldrei? Ég svara alltaf spurningunum. Nó, ok. En málið er að, þú veist, þetta er svolítið steikta spurningar sem fæði átt. Ég reyna að finna alltaf minnst steiktu spurningunum. Þetta menn eru greinlega ruglaðar sem að senda mér þetta. Já, og líka, það fólk er mjög hrifið það líka. Já, gæði nummer 1 sem er Vitti. Hann er eitthvað tæpur, sko. Já, ok. Ég er ekki að sá gæði er eitthvað tæpur sem að senda mér fyrstu spurningunum. Jæja, hvað vill Vitti vita? Gæði nummer 2 og gæði nummer 3 eru toppmenn. Ok, hvað vill Vitti vita? Já, hendi vita. Ok, hann segir hérna þessi Vitti. Sæll, Gilsari, ég vil bara byrja á því að segja, mér finnst þú meistari. Út á topp 5 listanum mínum er 5 mestu meistari í heimi. Hvað er það, Bróður Brjálsberga eða? Nei, ég veit ekki, þú verið félag hans, ég veit ekki. Ok. Á þeim lista er álunum menn, skulle ég segja þér. Beckham, Ronaldo, Pitbull, Stallone og svo þú. Bara listin, þetta er listin þinn, þetta eru þín 5 uppáhaldsmenn. Já, ok. Þetta er toppmenn sem... Það er endur að hárið eftir það, þessi maður er tæpur. Ok, áfram. En ég meina spurningu. Já. Ég elska jöllur. En daginn sló stelpa með utanandir því ég sagði við, nú erum við geggjað flottar jöllur. Hvað smekklegt orðið við jöllur er svalir í lagi? Hvað er það Vitti? Já, ok. Þetta ég sagði, hann var eitthvað tæpur þessi Vitti. Já. Hérna, eitthvað fallegt, smekklegt orðið við jöllur, já, ég myndi segja bara brjóst, Vitti. Það er fínt. Ekki svalir, eða jöllur, eða blöðrur, eða, þú veit, er bobbingar ekki líka tæft? Nei, bobbingar er svona flip. Það er lagi? Já. Bobbingar sleppur, Vitti. Okay. En gæði nummer 2, það er Daniel, það er toppmaður. Ok. Það kallar mig Sæll John J. Gilsi.
Ég kallaði John J. Gilsa því með þessu áframaldi þá hann eru sama kötti og John J. Rambo að með Rambo 3. Það fylgjast vel með köttininu þessi? Þessi gerðilega lítur á bóttasnu. John J. Gilsi, ok. Hann segir, hvernig í anskotanum, ekki með svega, afsakaða blótsýrið, nærða ná þessu fáralega kötti í lok feb, þú ert nýbyrjar á kötta. Ég byrjar á mínu sömakötti en samt gerist ekki neitt. Ég reyndar að elska að slaka niður öllurum og gera það oftast först og laug þar ég að hætta því, John J. Gilsi. Hvað er það, Daniel? Þú getur ekki verið að hellið öllurum först laug allar helgar, Daniel, ef þú ert í sömarkötti, án grín sko. Þú ert með kötti? Þú ert með einn nammidag. Mátt hellið öllurum einu sinni viku. Ok, bara velja einn dag. Ég sé alveg, Daniel ekkert að fara að þurrka sig. Bara það að fara úr 2 dögum í einn, það mun gera muninn sko. Já, ok. Hermann er næstur. Síðastur? Já, það er toppmaður. Ok. Hann er reyndar, ég veit ekki hvað þú setur yfir á þessu gæða. Er þetta eitthvað blöðpúp, eitthvað? Já, ég veit ekki, hann er ekki, ég veit það. Sko, hann segir, sæll inspiration Gilsi. Hefur einhvern veginn pælt í því að þú setur strik á ennið á blöðpú þá er hann alveg eins og raskat í fram. Þú getur aldrei farið í spurt og svara á þess að henda í eitthvað dissa mig í lokin. Ég er ekki að henda, þetta hann spurði. Já, hver? Ég hef aldrei pælt í þessu. Hermann. Að hvað, ef við setur strik á ennið á blöðpú þá er hann alveg svo raskat í fram. Já, svaraði mannunum, Daniel. Þetta er Hermann. Hef ég pælt í því? Ég er enda ekki pælt í því. Þú pælt í því? Shit, hvað er það? Markaðstemning í IKEA frá 5. degi til sunnudags. Húsgögn, smávara, sumarhúsgögn og margt fleira. Einnig er 20% aukaafsláttur af öllum vörum úr umbúðalaust. Komdu og gerðu frábær kaup. IKEA. Ef þú ert með bláa kortið, átt þú möguleika á að vera einn af 100 heppnum sem hljóta 2 miða á útgáfutónleika Friðriks Dórs, Vélræð, á Factory 22. febrúar næstkomandi. Kíktu á Facebook síðu Hringtorgs og segðu okkur frá uppáhaldslæginu þínu með Friðriki Dór. Ef þú ert ekki með bláa kortið, þá sækjur það á hringtorg.is eða í næsta útibúi Arion Banka. Músíktilraunir 2013 verða haldnar í Hörpunni í boði ITR, Senu og Icelandair. Skráning er í gangi á músíktilraunir.is. Er of dimmt fyrir þinn smekk? Það er birta í næsta sólskíli. Kynntu þér málið á solskili.is. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Samfilm kynnir Beautiful Creatures, byggð á metsölubókunum Lenu sem býr yfir yfirnáttúrulegum kröftum. Loving this boy puts you in terrible danger. Jeremy Irons, Viola Davis og Emma Thompson. I'm gonna be claimed for the dark no matter what. Beautiful Creatures, forsýnd helgina. Föstudagur 22. febrúar og Volta. Gísli Pálmi, Úlfur, MC Gauti og Crack Nuts. Húsi opnar klukkan 10 og það eru 1000 krónur inn. Hvað er gaman? FM 95 Blö á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. Þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blöð, 2 harðir með ykkur á þessum föstu degi. Reyndar eru rótnir 3 harðir núna því að hann er mættur hér í stúdíó til okkar. Hann Frikki Dór, verður velkominn. Já, takk fyrir, kærlega. Hvernig ertu þennan föstudaginn Frikki? Ég er spenntur bara, ég er svo spenntur sko. Já. Þetta er mikill heiður. Þetta er mikill heiður og ég er bæði spenntur fyrir því að vera mættur hingað. Já, taka föstudagslægi. Að tala við ykkur og að taka föstudagslægi. Og svo er náttúrulega útgáfatónleikar í kvöld. Já, eina sem er að spá með það, með útgáfatónleikana hérna, það er svolítið síðan að plata kom út eða ekki? Jú, hún kom út sko alveg í, já, alveg fyrir jól, alveg í októberlok sko. Og helst aldrei inn á útgáfatónleika á? Nei, þannig að ég þá fór ég sko beint í pró og eitthvað svona stúr sko. Skólastrákur. Já. Og svo held ég einu tónleika sem ég held á milli jól 9 og svo voru með Jóni einhverju svona jóla. Já. Eitthvað, kölluða jóla og og þannig að það bara núna fyrst að gefast tími sko. Ok. Þetta er bara fín tímasetning, það er bara hannig. Já, þetta er líka frábær dagur að því leiti að löfdagurinn er í dag. Eða löfdagurinn. Löfdagur? Sem er til minningar Hemma frænda. Ok. Já, Hemma fannar. Og Hemmi feiti svo margir kölluða hann. Já. Og þetta hittist vel á varðin það líka og svona, það er gaman að... Ok, og þetta er í kvöld? Þetta er í kvöld á Factory. Já.
Húsið opnar 10 og tónleikarnir hefjast svona upp úr 11. Upp úr 11. Það getur verið veisla. Já, tveir harðir kíkja. Sjá hérna, ef ég er búið með 2-3 bjóra, það fyrir kannski að heimta sjómlega, ég vona það böggið ekki. Já, það er allt í góð. Upp á flæðið mitt með þér. En hvað er föstudagslagið í dag? Ég ætla að taka hérna Crazy með Aerosmith. Vel gert. Sem er lag sem ég tók í söngkeppni Vestló einu sinni. Ok. Þannig ég spilaði áður. Já. Ég reyndar ekki spilað áður en ég sungið áður. Og hérna, þetta er alveg gríðarlega óþægilegt setup hérna, maður sjá. Já, komaði fyrir. Við vinnum með þetta og hérna, já, eins og segja, ég reyndar lent í öðru sæti í þeirri keppni. Ég tapaði fyrir Sigga vinnu mínum. Okay. Hann er núna atvinnuleikari í Borgarleikhúsinu. Vann hann þig? Já, hann er með svona ógeðslega hendi, ég veit ekki hvort þið kannar. Nei, hvaða lag söng hann? Hann söng hérna með Damien Rice, hérna eitthvað. Það hljóma leiðilegt. Það endar á svona frönsku, eitthvað svona, Oliver Combs of Fossum. Hann vann á því. Já, hann vann á frönsku. Hvernig gekk hann í lokakeppninni? Hann vann hana svo, þannig að það var svona sárabót fyrir mig, skilju. Af því að, þú veist, en það sem var sárast í þessu var að ég skeit á mig, ég rugglaðist í læginu, sko. Nei. Eyðilaði fyrir Ása vinnu mínu sem var með mér á svona. Ok, þú bætir það... Ég tek það núna vondi rétt. Já, menn hei, segðu ok, hvað hétt hann vinnu? Siggi? Siggi sem vann. Já, Siggi, hann er kannski í Borgarleikhúsinu, til hann ekki með það. Hann er ekki með 2 hörðum inn á föstudegi að taka föstudagsslagi. Siggi með allt niður. Mér finnst að Sverrir Bergmann, að vita þetta ekki allir, hann tók einu svona þátt í söngvakeppni framhaldsskóla á Sauðárkróki og vann ekki, kom svo 2 eða 3 mánuði seinna með án þín. Hann breytti laginu hérna Sitting on the Dock of the Bay og það var eitthvað sitjandi í morgun sól, ég satt þar til að kvölda fór. Það var frábær hugmynd. Já, en mann ekki lent í öðru seti. En það er komið að föstudagslaginu og það er Aerosmith. Já. Og dúndur lag og ég segi bara take it away, þú eru tilbúin. Já, takk fyrir það. Take it away. Ég með þetta. Take it away, Freki. Glöðum, sko. Take it away. Já. The Friday Song. The Friday Song. Take that shit away, Freki. Heyrist ekki alveg gítandu og svona, jú? Jú. Allt klárt. Ég ætla bara að taka þessi headphone af mér. Bara tröfn. Já, rífðu þau bara. Ok. Þú mátt gera svona vilt. Takk fyrir. Herri, ok. Come here, baby. You know you drive me up the wall, the way you make good of all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. It always seems you got something on your mind other than me. Girl, you gotta change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times you kinda guess like feeling bad looks good. Picking up your stuff and talking like it's tough and trying to tell me that it's... Þennan föstudaginn, 22. febrúar, Crazy með Aerosmith, nema hér í útgáfu Frikka Dórs. Þetta var stórglæsilegt, eða Frikki? Gaman að þessu. Já. Awesome, Frikki. Já, bara við fengum öskur og rólaðparta. Þetta var bara rollercoaster. Þetta var a hell of a performance. Það er alltaf erfitt að, sko, Jón stóði frábælega. Já. Friðrik stóði frábælega. Já. Og ég laga, hver kemur á eftir þessu? Hvern vill, Frikki, hvern skorað þú á? Við erum að finna eitthvað gott. Hvern viltu sjá hér í föstudagslögunum næsta föstudag? Hvern viltu sjá hérna? Ég væri til í að sjá eitthvað annað, eigum að tjekka á, ég væri til í að sjá eitthvað af þessum röppurum, Úlfur, Blasrocka eða MC Gauti, eitthvað svo leys. Ok. Hendin einu rappara? Einu grjótverðu rapp. Fá eitt rapptrýni? Rapptrýni. Já, ég til í það. Já, það er eina tónlistin sem ég get kann að flytja, það er rapp. Þú kannt að flytja? Já, fínasti rappari. Nei, það er ekki fínasti rappari, ég lofaði því. Ég get rappað, hérna... Þetta var stórglæst, en við vorum að spæja að fara hér í smá leik, Frikki. Og þetta er leikur sem við Hjöppi kepptum í hérna daginn. Og getur verið mjög óþægilegur. Þú átt sem sagt við eiginlega að syngja 40, við að búa til lag og syngja 40 sekundur. Okay. Þannig að þú átt bara að spila eitthvað hvort viltur undan eða eftir eiginlega. Þeir eru skít saman, skýtur alveg undan. Ok, þeir eru skít saman en getur alveg verið undan. Ákváð töff. Það er smá Hetfield í aglið, ekki? Já, hann er svona James Hetfield. Já, sko málega er Þú þarfst að segja Frikka hvort þið að spila rólegt lag. Getur þið techno að hann að gítur eitthvað? Ég minni því, sko. Það er ekki hægt. Finnst þér rosalega erfitt að syngja í án þess að vera með hljómborðið þitt? Já, ég væri frábært að vera með það, ég veit ekki hana það. Ég er ekki vanur gítarnum. En þú ætti að semja bara eitthvað lag í 40 sekundur. Og þannig að þú ætti að segja hann hvort þú vilt á að vera, a love song eða viltu að hann segja country eða?
Ég hlakka til að heyra það. Ég er góð hugmynd. Ég var til að heyra, mér langar svolítið í Hatfieldin, sko. Ég er búinn að droppa í D eða eitthvað. Chase! Ok. The chase is better than the catch, ja. Sko, bara til á okkur nokkuð sér. Þetta var geggja, glæstur. Þú sagði þetta svo, er stoltur af þessu? Ég reynar að droppa þetta. Sjúknast. Sástu hann tóka sér hendónin. Þetta byggum við bara til á nokkru sekundum. Það var ótrúlega. Illa sáttum, maður. Vá. Nú haldi allir að ég og Frikið misti gær og búið þetta til, sko. Já, það eru allir að hugsa það. Bara hvaða viku þið tóku í að búa til þennan slagara. Það er vel að toppa þetta. Já, reyndar verður erfitt að toppa þetta. Shit Blondale, eins og ég kalla það. Akkur er hann dónaskap. Þetta er núna keppandi í ykkur kenni. Já, við þurftum ég vel að fá hjálp frá Frikka lýsa mér hérna á datesíðinni. Já. En ok, Frikki, hvað er þetta að missyngja? Nú hefur við unnið saman í nokkru lögum. Já, hvað finnst þér ég bestur? Mér finnst þú bestur þegar þú leifir þessu bara að flæða frýtt. Mér stundum eins og, þú veist, þegar þú ert allir fastur inn í öxlunum, þá er svona stress. Ok, viltu í fríróli? Vertu bara slakur, skilur. Og af því að þá ertu bestur. Og við tökum ef við ekki bara taka sama hljómagang og í sjómlanum, en þú bara vinnur með aðra laglínu, skilur. Það er þitt home turf. Já, ég fíla. Góðum með það. Hendur mér í eitthvað grúf. Mér leið bara illa, þetta er ógeðslegt. Það var eitthvað að vandræða það sem ég kom mér ekki grúfið, maður. Vá, þetta var vandræða. En það vinnur ekki með ykkur hvað ég er takmarkað gítarleikari. Það vinnur ekki með okkur, bæði sko Mittar og Horbjörn. Já, ég ætla bara að gefa þess. Ég er komin heim, hvað er þú komin? Ég veit það ekki. Varstu að taka eitthvað því I'm coming home með Kanye? Nei, ég var að hugsa þetta Philips, ég ætla að fara að vilja eitthvað með það. Ég fannst þetta líkt í byrjun. Já. I'm coming home. Nei, það er ekki eins og það lag. Já, þetta var ógeðslega pakka saman í þessu. Ég skal gefa þér sigur þarna. En það eru tónleikar í kvöld. Frikki, hvetjum alla til að mæta. Endilega. Opnar húsið klukkan 10. Opnar húsið 10. Factory. Já. Bara allir sáttir. Að gera að kíkja á Frikkan og bara takk hérlega fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og við hvetjum eitthvað rapptrýni til að mæta hér næsta föstudag. Egil, til hamingju með sigurinn. Hvað hér lagið þitt? The chase is better than the back. En aldrei gleyma þess að... Hold up. For my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, hey. For my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey. Smoke weed every day. Lífið er uppfullt af ferskleika. Af hverju ert þú ekki með í ferska liðinu? Veldu Stimrol Tyggjó, nú í pokum. Það er dálítið sumar í næsta sólskili. Kynntu þér málið á solskili.is. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Kjúklingasalat, kjúklingur í karrí, kjúklingastaðurinn, Suðurveri. Það er alvöru happy hour á Mánabar alla helgina mellum 2 og 3 eftir miðnætti. Harlem Shake tilboð eins og gerist best. Carlsberg og skot af gæjól á 1000 kall. Og 2 fyrir 1 af öllum bakkaðdýrtekjum. DJ Frigor og Maggi í búrinu. Mánabar, Hverfisgötu. Eitt glæsilegasti veislusalur landsins. Nautóll.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Það er rétt, Perform.is ef þið ætlaði að koma ykkur í form. Fínustu vöru þar. The bodybuilders out there. En við sittum hér 2 harðir, Frikki Dór farinn. Stóð sér svo hetja. Já, Frikki er toppgaur. Breyta til næst og fá rapper. Já, hann vildi fá rappara í förstdagslæði næst. Ég er alveg til að taka, okkur ekki að breyta til. Já, ég held að við förum ekki aftur í þessa lagakeppni okkar. Vákat á mannar. Já, þið var ákveðlega að pakka saman þar. Já, ég hætti samt að tala eins og þetta að verið groundbreaking, sko. Ég var með Randýr Línu, Sverri Bergman, stórsöngur og varsendum bara SMS, bara wow, sem sagði Transforming the Tunes. Það var sætning sem ég vann með 2 svar í læginu. Já, hvað var... Transforming the Tunes. Hvað varst að vinna með hana? Hvað átti það að því? Baxter segir þetta oft, hefur gert þetta? Transforming the Tunes. Sem betur fyrir ekki heyrðu það. Ég hef náttúrulega aldrei heyrðu það. Ég setti það bara í rock nærbuxur, það virkaði við það líka. Já, greinlega virkar allt í réttum nærbuxum. Er stuðlag eftir það?
Já, Auðun Blöndal. Það stuðlag. Þá stuðlagi framöndan, við höfum líka eftir að fara í sturla staðarindir. Eitt sem ég langar að koma að Blöndal, ef við ekki að klára að skráði inn á The Dating Service og að geti fara að halast inn hérna eitthvað skilabóði. Já, varstu komið með þá eitthvað góða lýsing á mig? Ég er búinn að skrifa. Hvað heitir þessi dating síða? Hún heitir firstdate.com. Firstdate.com. Og það er endalist. Núna er akkurat online 122.000 manns. Akkurat núna online. Já, bara öll leikjæk. Já, það er bara hannig. Ok, og hvað varstu komið með? Sko, Blöndal. Ég ætla að lesa fyrir textan, gótt sáttu við þetta. Út af því að það er mjög mikilvægt sem við þarfum að finna fyrir að partnerinn á þessar síðu og þess að textin er verið lægi. En þetta, ok. Sko, my name is Blöndal and I decided to sign up with this kind of dating service. Nú, hætti að tala eins og ég sé heftur, bara tala um. My name is Blöndal and I decided to sign up with this kind of dating service for the first time because I like getting to know new people. I enjoy taking care of my body and mind. I love my job, my family, and my friends. Hopefully gonna find some new friends here. Mjög sett. Búið. Já, þetta er bara basic, ok. Þetta er bara sett. Við gefum leifa á þetta. Ekkert flip. Nei. Ok, síðan þetta fyll inn í, þú ert looking for. Eftir að leita date, romance, one night stand, eftir að leita life partners. Hvað er í bóðið, segir þú? Getur verið... Eftir looking for, hérna er valið með looking for a boy. Er það ekki eitthvað weird? A boy? Ég er ekki að leita að boy. Það er ekkert weird, það er bara fólk sem er samkennið. Já, þetta er bara skrítið, a boy. Já. Það er náttúrulega stendur hann young boy, sko, það er mjög sérstætt, sko. Já, ok, ég er ekki ekki það. Man. Ég er ekki að leita man, ég er að leita man. Það er boy og síðan a man. Egil, hefur þú heyrt samkennið fólk? Já, nei, akkur stendur boy og a man. Þetta verið 30 plus. Já, ok. Það er enda pínu skriti, ég geði þér það. Ok, en þetta leita someone to spoil, something else, eða fresh start. Þetta er svona valmulaugarnir hann í þetta. Það er ekki bara date. Efst. Someone, hvað? Looking for someone date. To spoil? Já, degraðið ykkur. Já, er það ekki að það? Hæ? Þú vilt degraðið ykkur, þú degraðið fólk. Já, ég skal degra, ok. Og ertu... Someone to spoil. Ertu hetero, bi eða gay? Veist alveg. Ok. Height, þú ert bara hérna... Hetero. 1,80. Já, ég er 1,79. Já, við höfum frekar. Í skóm. Sko, það er 1,70 til 1,79. Sér fyrir neðan 1,80 til 1,89. Við svindlum að það veit sem. Já, hann ég sé 1,80 til 1,80. Já, ok. Eyes, hvað er að gera þar? Hvernig augur er ég með? Já. Blágrá? Það er ekki alveg ekki blágrá, veldu annarkvort. Eru blá eða gráuðun? Ég er með blágrá augu. Ok, bara blá. Annarkvort, blá. Hair. Ok, þarna eru komin í vandræði. Hair. Ok, sko, það sem er að frétta er blonde, dark blonde, brown, black, red, white, grey, colored, shaved, other. Shaved, eitthvað sem frekar. Út af því að það hljómar eins og sért. En ákveður ekki bara flegi other? Eða shaved? Hvað er annað eftir other? Ég veit ekki. Ok. Það er þetta kiwi sem ég er með á hausnum, er það ekki other? Eða hendi other, frekar en shaved, og það er náttúrulega ekkert shaved. Nei, það er eina klippingi sem ég eftir. Arna Gunnlaugs er shaved, þú ert ekki shaved. Nei, ég er með svona eitthvað... Þú ert shaved að neðan, en ekki hérna. Hvað veist þú það? Eru hérna, ok, other. Qualities. Qualities? Hvað er búið upp á? Shy, nei. Nei, nú ekki feimin. Jó, samt kannski, nei, ok. Outgoing. Já, ég er outgoing. Optimistic, pessimistic, jákvæður, honest, intellectual, talkative, listener, full of ideas, happy, serious, proper, sloppy, calm. Þetta allt í búði? Já, veldu eitthvað að þessu. Outgoing bara, þú ert mjög outgoing. Já, já. Það er bara, ok, buddy. Þú gæst eiginlega hakað allt með intelligence. Þetta er náttúrulega, þú eru komin í buddy. Ok. Slim, normal, big, curvy, muscular, athlete, wiry, other, athlete. Já. Þú ert komin í officially athlete. Hakaða athlete þar. Weight. Þetta var alltaf kílóm, þú ert 80 kíló. Já. Já, það er 80 til 89 og síðan 70 til 79. Og það er eins og... Þetta gerði á 70 til 79? Já, út af því við settum 180 til 189, það er alltaf lega að setja 80 til 89 kíló. Nei, ok. Það er alltaf, við erum sátt. Number of children, nil. Já. Veit ekki að vera komið fóðalega. Tíma tekur þetta maður. Skrá sig inn einu svona síðu. Interests, ég var að segja... Það er eitthvað hellinga sports, athletics, gym, cars, fashion. Já, þú elskar fashion eða ekki? Ég hendi það bara. Ten little thing called fashion. Það er líka traveling. Það er líka travel. Já, hendi travel. Ok, travel. Ég er ferðalangur. Síðan er eitthvað skúl. Við þurfum að ljúga ykkur þar. Við getum ekki sett að við gaggraðum, sko. Við þurfum að hendi inn ykkur university eða... University? Já, já. Fuck it. Splæsum því, það er einalega. Hey, þetta er eins og Forrest Gump sagði. Mamma Forrest Gump, just ten little white lie, nobody's gonna matter. Já, það er hárið þetta. Work, Blöndal. Work, ok. Þetta er mjög sett. Þú getur valið full-time, part-time, student, rich, unemployed, retired. Við erum bara að henda rich hérna. Nei. Verður þetta ykkur einbíl á Arnarnesinu með áti hérna? Nei, ég er ekkert í einbíl á Arnarnesinu. Hvað er þetta Þú ert að fara að hendi rich hérna.
Ok, splæstu bara eitthvað þarna. Já, ég er bara hendi Rich. Já. Hérna, Profession. Þú ert náttúrulega, já, hvað hendi þar? Það er ekkert að celebrity hérna. Nei, það er líka bara, ég myndi Islands, þetta er bara, Egil, er þetta ekki bara komið gott eða? Viltu ekki klára fyrir? Ég byrjar að svitna hérna alltaf. Ok, bara Pets og þetta. Við þurfum að fylla út þessa umsveit, það er 3 eftir. Hvað er eftir? Og þú eru í Evrópu, alkohól. Hvað með það? Það stendur with dinner, one drink, when partying, not drinking, wine, beer, maybe a bit too often in this. Ég held að Nei, við ljúum þarna líka. Setti when partying. Ég ætla ekki að vera að opna með þarna. Ok, smoker, nei. Ok, þetta er bara klárt. Glæsilegt. Þá eru konin á síðuna. Við látum ykkur vita hér næsta föstudag hvernig þetta gengur allt saman. Vonandi einhver skvist að fara á Svíþjóða frá. Já, við erum konin með góða gesti hér í stúdíu við Egil. Þeir eru mættir hér MC Gauti og Arnar úr Úlfur. Úlfur, verið velkomnir. Hvað segir þið félagar? Hvernig hafa rapparar á Íslandi í þetta? Ógeðslega gott. Nei, ekki? Stundum gott. Stundum gott. Stundum ekki gott. Nei, er ennþá svona, rappstríð á Íslandi eins og var eins og niður? Svona rappara bíf og Það er alltaf að vera að reyna að búa til eitthvað bíf. Hvað aðra rappara hatið þið á Íslandi? Það er ekki neitt hatur, það er bara þvílík vinátta sem ég held að sé bara, já, ég held að sé bara einstæmi. Á Íslandi eru allir rappara geðveikt góði Þeir sem vinir. ekki vinir þykist vera vinir. Já. Já, er þetta býnið þannig og nennir ekki að fara að dissa eitthvað tóa ef mann fyrir töðunar þá ertu samt ekki að segja það læginniðinu. Það er svo. Þetta er Ísland. Já, það er líka eitthvað steikt Leið að leifa byssur, þá fer ég að dissa. Við vorum að tala áðan, MC, að við vorum að ræða þetta í áðan, ég og Blondell. Hann geti kært þig. Já. Út af því að þú sagðir, ég er á skallarum eins og það Blondell. Og Lindsay Lohan kærði Pitbull fyrir að segja eitthvað I'm locked up like Lindsay Lohan. Hún fór í málið hann. Ég gæti gert það sama með þig, MC Gauti, nema ég er bara one hell of a guy og ætti ekki að gera það. Vonda við þetta sko, að ég kem með þessa skallalínu á auða og svona hálfa ári setna, þá byrja ég að missa hárið. Það er alveg komið fáráleg kolli. Já, hann er komið kolleg alveg hinga. Ég held að Auðun Blöndal sé með vútúdúku. Bara leiðu að heyrða þetta lag, þá byrja ég að sauma svona lítinn MC Gauta. Ok. Og þegar tekur hárin á hann og kvöldi. Eitt og eitt. En þeir að spila í kvöldið ekki? Jú. Og svo við plöggun og tónleikunum? Hvað eru þið félagar í kvöld? Volta, eru þið búin að koma þangað? Volta, nei. Hvað er halskotunum? Glænýr, helviti fersku staðir, milli sem sagt Glaumbars og Gauksins. Nú, gamli þýskibarinn? Já, það er gamli German bar. Nei, ekki beint. Þetta er gamli venue. En þetta er samt innra húsnaði á þýskabarnum. Þetta er alveg of-komplex til að vera útskýrð. Þið farið til hægri, og eins og þegar þið farið alltaf á Glaumbar helgar. Alltaf þarna. En þið myndu beigja fyrr. Beigja hans fyrr. Ok. Kynum það í kvöld þá. Og hvernig byrjuð þið félagar að rap the shit? Ég held að partíið opnar klukkan 10. Það er DJ-ar í einhver smá stund. Hvað er eins og þegar þú segjum eins og þú í kvöld, ef þú ert að fara að rappa, hvað ert þú lengi? Þegar nú eru þið nokkrir þarna. Ferðu upp á svið, ferðu niður og ferðu svo aftur upp? Nei, við tökum svona 30-40 myndir. Já, mann bara. Ætla bara ofurölvi á sviðinu? Ég ætla að vera mjög feskur. Ég fer aldrei ölvaður á svið, ég hef aldrei gert það. Í alvörunni? Það er lígu því, motherfucker. Já, það er lega svo. En þetta kjátt þess ég heilt, sko. Spilaði hérna á bestu út á því á nærbuksunum. Já, auðvitað, ég var tónlistarmaður, ég þekki þetta alveg. Já, þú fórst alltaf á nærbuksunum. Þú hefði getað gert hvað sem þú vildir á þessari bestu hátíð. Jónsi var alltaf að fara að stela senunni þar, þannig að þú varst alveg góður, sko. Jónsi var flottu þar, maður. Þá var hann að reyna að koma með eitthvað svona statement að hann var í cool gaur, sko. Nei, hann var bara, ég er alveg búinn að greina hvað, hérna með Jónsa á bestu hátíðina. Hann var bara svo spenntur að fara að spila. Sko, í svörtum fötum var ekki búin með ball lengi og voru búin að vera bara í þá er gott að það var bara svo beljunum á sömurinn. Ætla að slá og leta strengi, smá nýtt comedy. Hvað var það? 10 smá? Já, við þurfum ekki að fara að rifja það neitt upp. Jónsi núna hlusta og hann er svona... Jónsi er toppmaður. Ég veit að hann hugsa að berja okkur fyrir hann. Auðvitað rifja þetta upp. Það er ekki bara MC Gauti og Úlfur í kvöld, sko. Það er hérna Gísli Pálmi er að spila líka. Og strákur sem kallar sig Trap Nights. Trap Nights? Íslensku samtíða? Já, þeir eru þrír. Ok, á hljómsveit. Trap Nights. Og DJ fyrir þá sem veit ekki hvað trap music er, þá er það svona eins og Harlem Shake-lagið. Þetta er miður samt. Ég er mjög gaman að Harlem Shake-laginu. En ég fílar trap shit. En hver er svona, ef við með ekki að segja Úlfur eða MC Gauti, hver er besti rapparinn á Íslandi í dag? Ég er oft forréttin að vita það. Hver finnst ykkur svona bestur í dag? Hver er bara, ok,
Besti rapparinn, þið megilega segja þið, ef ykkur finnst það. Megu segja við. Ef þið finnst það. Ok, fyrir utan ykkur þá. Mér finnst Gísli Pálmi vera besti rappari. Finnst Gísli Pálmi, hann með ykkur hann í kvöld? Já, hann með ykkur hann í kvöld. Er hann bera ofan í ykkur vídeo eða? Hann bera ofan í öllum. Já, hann ekki bara góður rappar heldur, hann í topp formi. Já, Egill fíla það. Já, ég veit eitthvað að með. Gefum það hrós fyrir það, bara til dæmis á ekki þennan kost, sko. Þú getur alltaf rifið í gangi, alveg minn. Hver finnst þér besti? Gefum pepp. En hver finnst þér besti rapparinn, MC? Það er Gísli Pálmi líka, sko. Nú, ok, er hann svona bestur á Íslandi? Já, hann er bara svo feskur. Hann er ekki ánægður að heyra þetta, Blas Rokka í bílum leðina. Það er svo undan sínu, sko. Blas Rokka ekki bara edru í februar, svo fær hann svona tusku í andliti líka, maður. En hvernig gengur það, by the way? Það bara gengur vel í honum. Hann er ekki búinn að taka dropa síðan á þessu ári, sagði hann mér áðan með þessa. Það er ótrúlegt. En þið, strókar? Við, það skiptir ekki máli. Hvernig er mæting? Sko, þetta húsið opnar kl. 10 og ég held samt að við byrjum ekki að gaula fyrir en kringum miðnætti. Já, þetta er miðnætti. Er það ekki alltaf þannig? Það er enginn að detta inn kl. 10, sko. Ég ætlum alltaf að segja að við byrjum á slæðinu 10. Byrjum á slæðinu 10, þannig að við mættir miðnætti. Skemmtið ykkur konunglega. Nýtt efni frá Úlfur Úlfurs, MC Gauta og Gísli Pálmi. Glæsilegt. Veist hvert alla til að tjekka á þessu. Þetta verður stemming talandum. Flott lög. Þetta var valið lag ársins af hlustundum FM 957. Þetta eru Arnar og félagar í Úlfur Úlfur. Með þau í bellun heima. Nei, ég tók þau. Takk fyrir komuna, strákar. Ég er með sólinn í augunum og ég sé ekki neitt, við erum bæði svo þreytt og dagarnir líða hjá. Svo bjart það sást og ég missa allan maður. Flott lag hér á ferð. Þeir eru að spila í kvöld, eins og kom fram hér áðan. Við maður gera að tekka því eða í stuði, kæru hlustendur. Ætlu við Egill Einarsson, erum við að fara að gefa a Tangerine flösku núna eða? Hvernig væri að gefa a Tangerine? Við ætlum að breyta reglun. Við erum oftast með kvikmyndaleik í gangi, en ætlum að gera annað núna eða ekki? Við ætlum að fara í spurningum Áski Kolbeins. Já, jú. Hann var samt búinn að banna það, eða? Já, hann banna okkur einu sinni, hætti þannig spurningar um mig. Já. Og við fórum í hann með kvikmyndaleikin sem er skemmtilegur. Já. Og nú ætlum við að hvíla hann. Já. Og ég spurði hann ekki leyfi. Þannig að getur verið að... Já, við plötuðum að við hringdum í hann á hann. Plötuðum að við hringja. Hann minnst ekkert á að þetta væri út af hverju leik. Í beinni, við tókum þetta upp fyrir í dag og hann vissi ekki að þetta myndi þá tengjast þessu. En spurning dagsins Egill í Tangerine flöskuleiknum okkar. Það er þetta að vinna Tangerine flöskuborða á Austur. Hver er spurningin? Spurningin er hvernig nærbuxum er Ásgeir Kolbeins í akkurat núna? Já, rándir spurning og það er 511-0957. Þá er nóg bara að segja... Við erum að tala um litin. Já, ég er ekki að tala um hvað það sé þveng eða boxer eða... Hvað er það að sé þveng með það? Já, það er harður sko. Það sé þveng. Já, ok, það kannski giskar eitthvað á það. Þá er 511-0957, við skulum opnaði fyrir síman. FM, góðan daginn. Halló, það byrja þetta ég með, maður sjá, FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Adda, góðan daginn. Hvað segirðu? Það er bara þannig að Kolbeinn er í bleikum nærbúsum. Hvað kjaftaði þetta? Hvað snillingur er þetta? Það er bara þannig, það er ekkert flóknir svo. En okkur segirðu það? Það er bara what a man. Hvað hefur þið fyrir þér í því? Það farið þetta er ekkert flóki. Kolbeinn er bara í bleika nærbúsum og vaknaði á föstudegi. Þetta er einhver vinur Kolb. Ég trú ekki að það búið eða ekki að leiki fyrir okkur strax. Það er mikilvægri spurningu, Kolflóð. Hvernig er nærbuxum að því? Bleikum. Ertu í bleikum nærbuxum? Já. Það var hárrétt hjá. Hvað heitir þú? Ég heiti Valdimar Jóhansson. Hörðu. Þetta var hressandi leikur. Hann gæti ekki eins og að geta googlað þetta. Hvaða pull er í gangi, maður? Já, ertu búin að fara niður á Kolbarn í dag? Hvað er að gera sérna? Já, ég veit ekki, þetta er bara eitthvað sem sagði mér. Það er náttúrulega fyrsta sem þú hugsar í, það gæti ekki verið að það bara kíkt í sund eða eitthvað. Valdimar, þú ert búinn að vinna þérinn flöskuborð á Austur. Veist full mikið um Kolbaran, þannig að þú ættir að geta skemmt þig með honum. Ég gerir það. Hvað mætir maður bara að segja namnið? Já, og með skilir ekki líka. Snild. Já, þetta átti að vera aðeins lengra en takk fyrir að ringja. Nei, bye. Fyrsti maðurinn sem hringdi inn, giska á að Kolb var í bleikum nærbuxum. Já, þetta er ótrúlegt. Já, hún grein sko.
Hver er líka þannig? Ég held að þetta fyrir svona sexy og simpul. Það er að vera svartar, gráar, hvítar, basic shit kemur fyrst. Já, ég held að vera síðan kemur kannski bleikt. Búa til svona smá stemming og eitthvað, þetta bara dó strax. Oi, hvað það var dapurst maður? Já, fyrir mig auðlýsingar. Konuvika FM 957. Jæja herramenn, nú þarf að setja konundar í fyrsta sæti. Því sunnudaginn 24. febrúar er konudagurinn. FM 957 hefur lagst í rannsóknarvinnu fyrir ykkur og nánast útbúið þína fullkomnu konudagsgjöf. Konan þín á eftir að svífa á bleiku skýi næstu vikurnar ef þú gefur henni pakka sem inniheldur, gjafakort fyrir 2 í baðstofuna Laugar Spa, út að borða á sjávargrillið fyrir 2, undirföt frá ég og þú Laugavegi 30A, sóð í snirtuvörupakka og auðvitað konfektkassa frá Nóa Sirius. Komdu inn á fm957.is og skráðu þig. Við höfum samband við nokkra heppna vinningshafa í vikunni. Fylgstu með fyrir elskuna þína á FM 957. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Potturinn í Eurojackpot stefnir í 2579 milljónir. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Snæfir þessir hólar og sólinn skín á allt. Það þýðir aðeins eitt, við förum í Hlíðarfjall. Túborg kynnir Champions of Death á Bar 11 í kvöld. Tónleikarnir hefjast klukkan 11. Túborg og Bar 11 verði ykkur á góðu. Það er alvöru happy hour á Mánabar alla helgina mellum 2 og 3 eftir miðnætti. Harlem Shake tilboð eins og gerist best. Carlsberg og skot af gæjól á 1000 kall. Og 2 fyrir 1 af öllum bakkaðdrykkjum. DJ Frigor og Maggi í búrinu. Mánabar, Hverfisgötu. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð, á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Tveir harðið með ykkur hér til 6 í dag og það er komið að, já, þetta er liður sem að við Björn Bragi erum oft í, Egill. Og þar köllum við köllum þetta netmisnotkunnin. Ok, þetta er fyrir með nafn yfir þetta, shit. Já, við erum með nafn yfir þetta, en við erum að fara að breyta hans reglunum. Við höfum aldrei verið með svona lög undir það neitt. Nei, ok. Og, já, sá sem að lendir í netmisnotkunninni hjá 2 hörðum í dag er Sölvi Tryggvason, sjónvarpsmaður. Og, já, hann farið mikið inn á Facebookinu og er með, já, hellingastatusum og hellingalækum. Hann er sjóðheitur í lækunum þessa dagana. Við erum að gefa hann. Hann er bara að finna formúlu sem keirir lækin vel upp. Já, svona, hann hendir inn status og fólk hugsa með sér, herru, ég get ekki annað en leika þetta, maður. En venjulegi Facebook-notandi er mjög sáttur að keira sig yfir ykkur 15 læk. 10-15 læk bara solid status. Hvað finnst þér lágmark þegar þú ert að... Ég er aðeins lengar komin. Ef ég fer ekki yfir 100 læk, þá var það statusinn að failure. Já, þú ert líka gilsi. Þá er ég gilsinn. En fyrir the average, sagði ég, Facebook-notandan. Þú ert náttúrulega ekkert average. Þá er það 10-15 like fínt. Sölvi er að keirast upp í ykkur 200-300 like by average. Hér er til dæmis, sko, eitt status sem ég ætla að lesa á eftir. Hann er hvorki með meirinni minna en 620 eitthvað likes og 43 shares. Hanna, veist, það er enginn að sharea mínum status. Hann er að keira sharein vel upp líka. Já, hvað er það, maður? Sonny og Cher, ok, ég hérna... Konceptið hjá okkur, við ætlum að bara... Við ætlum að vera með smá tónlistundir og hvað, þú ætlar að lesa 2 status og ég 2? Eða ekki bara? Já. Ást og friður. Áttu lagið á maður, það er lykilatriði. Áttu, ok. Ást og friður. Þetta er status sem... Hann gerði sér vel upp í 200 like, með annar status. 200 like er þennan, ákoma mínum. Ég hljóma kannski eins og biluð plata, en það er óhugnanlegt hvað Íslendingar upp til hópa eru duglegir við að segja uppspunna sögur fólk sem þekkja ekkert af eigin raun. Maður er ýmsi vanur í þessum efnum og kann að skemmta sér að flestu í þessum efnum, en það er ekkert fyndið þegar slúður enda með lífslátshótunum. Ég bið fólk að passa tunguna sína og hugsa á þeirna að tala út í loftið að óathuguðu máli. Love and light. Love and light? Já, hann endur því. 620 likes og 43 shares fyrir þetta. Þá komum við að þér. Ok. Getur að hækka aðeins í Hækka, ok. Það stoppar afturöðun og trópa til. Ok.
Á munaðarleysingjaheimili á Haíri hitti ég þakklátustu mannverur sem ég hef kynnst og þó eiga þær ekkert. Þessi krakkar mistu foreldra sína í jarðskjálftanum 2010 allt sitt undir. Því áfram komið fjármagn frá Íslandi til að þau eigi fæði, klæði, hreint, vatn, lyf og húsaskjól. 182 like, 19 komment og 7 share. Þetta enda hrikalega vel gert hjá Sölva. Við gefum það, þó sem við sem að lesa hérna statusina. Við erum ekki að niðurlægja hann. Þetta er bara að setja bara fallegur status við fallega tónlist. Já, og ég ætla að enda hér í status. Má sjá, hvað var þessi þarna með mörg? Þessi var 8200. Já. Ég ætla að hann er að vinna svolítið með slúðri. Hérna fær hann 363 likes. Má Sölvi, ég ætla að vinna með það hérna. Slúður er landlægur ósiður á Íslandi. Enn og aftur þakka ég fyrir að hafa kynnst við ítrekkaði störfum mínum. Að fólk sem er... Hvaða? Okkur stoppa lagið alltaf hérna? Ok, enn og aftur þakka ég fyrir að hafa kynnst við ítrekkaði störfum mínum. Að fólk sem er búið að mála svona eða hinsegin reynist vera toppfólk. Oftar en ekki manneskjur sem aldrei tala illa aðra. Það er gott að læra að meta fólk eins og það raunverulega er. 365 likes, hvorki meira enn minna og 3 shares. Þetta er rándýrt og Sölvi er Facebook-kongur hjá okkur í dag, 2 hörðum. Já, þetta er gott lag undir. Já, það er verið að við hefum að vinna miklu meira með Breiðfartlag. Já, en það er þetta að gera töff allt með þetta lag. En hann er búin að mastera bara tæknið við mikinn fjölda lag. Já. Og hann hendur ekkert í status nema að sé, ég sé enga status við allan undir 50 lag. Nei. Það er saman hvað setur einn sko. Þannig að hann er að gera eitthvað rétt þarna. Við erum að gefa hana. Þannig að fólk getur bætt sig. Það er bara þannig. Þetta var netmisnótkunin þennan föstudaginn. Glæsilegt. Hérna rándýra texta og mjög góð myndaða líka. Þannig jakkafötum hérna. Hvað mynd tókstu? Hérna þannig á Facebookin höfður. Ok. Svona jakkafötum horfir ákveðin myndaðalina. Mjög sexy hana sko. Frábært. Þannig að við ættum kannski að geta sagt fólki eitthvað frá þessu í næstu viku. Já, hlýtur að fá dettin eitthvað bréf frá einhverjum konum sko. Þetta er ekki dottið ennþá, en ég var að segja. Er ég orðin sem sagt, er ég online núna það bara? Ertu sem ég inn á þessari first date síðan? Já, út bara inni. Og er enginn að tjekka kallinu með það? Ekki, við vorum að íta á safe. Já, ok. Slakað á. Það er pottet að vera dettin einhver skilabóðinu sko. Já, annars. Við getum líka sendt skilabóð. Við getum hitt og líst vel á okkar hérna. Við getum sendt henni skilabóð what's going on. Já, vinna með það kannski líka. What the fuck's going on? Sendt það eitthvað. Akkur F-orðið. Eða bara what's going on? Já, what's going on? Ég vil fá núna, ekki ég, þjóðin, Auðun, vil fá stuðlagið núna. Strax? Viltu ekki taka það eftir? Býta aðeinslega bara að hugsa, nei, núna. Þú ert stuð núna. Þú ert svo lítill frekur krakki stundum. Ég er bara stuð núna. Vil þjóðin stuðlagið núna? Já. Ok. Við getum alveg farið, ég ætlaði að fara í sturlaða staðinn til við, en það er ennþá eftir sko en. Já, nei. Viltu bara í stuðlagið fyrst? Já, við erum að fara núna í stuðlagið. Ætlar að koma þér í stuð? Já. Þetta er frábært lag. Hvað er ég að fara að leita hérna núna? Sko, þetta er frábært lag sem heitir Whisper. Whisper? Já. Kvísla? Já, það heitir það. En... Með hverjum er þetta? DJ Bobo eða Alligator eða hvað heitir? Við erum komin í Belgan. Belgi? Ok. Já. Belgium. Ekki heitir DJ en það? Belgin, nei. Belgin kann að gera gott Eurotrans, ég get lofaði því sko. Það kann einar á að gera. Þess að þetta er eitthvað transrögg sem við erum að fara að hlusta á. Ertu bara að fatta núna hvað stuðlagið er það? Hvað held ég bara að hendi ykkur rapp? Það er ekki lagið með því? Já, það er Danstrans. Danstrans, það var disku sem heita. Trans er of hart, ég er ekki reyfir að trans, þetta er bara svona danstónlist með transreif ívað. Ertu að ná þessu það? Það mér er bara sama. Hvað hérna? Hljómsveitin heitir Milk Inc. Milk Inc? Milk Incorporated, þeir eru búin að stytta yfir í Milk Inc. Því líkir meistarar frá Belgíu. Vá, eru að fara að hlusta á lagið Whisper með Milk Inc. Þú ert að þetta í Vesturblandi, eða? Ég get lofað þér. Það eru svona kannski 10 að hlusta sem að segja núna, wow, herðu, hann ætlar að henda í Whisper með Milk Inc. Það veit enginn hvað þetta er, sko. Það er bara út af fólk allt niður þessi. Nei, og hvað, bara að spila frá... Herðu, það er 7 mínútur, gleymdu því. Nei, þetta er 2 lög. Þetta er Whisper og I Don't Care, þetta er live útgáfa, þetta er 3 mínútur lag, slakaðu á. Þetta er lagið. Ég má vantilega ekki tala.
er þetta? Ha, hvað er þetta gamalt vídeo? Þetta er 2007. 2007? Þetta er eins og þetta sé 91, en eða? Ég líka því ekki að Egill er dansandi hérna í stúdíónum. Það er líka lagið. Ha? Þetta er alveg lag. Hvernig getur ekki elska það? Það er svo létt. Ég trúi ekki þessi 2007, sko. Bara gallabuxurna sem er í. Hvað, hefur fólk ekki heyrt um a tiny little thing called fashion í Belgíu, eða? Þetta er ángríns, þetta er eins og þessi 91. Hérna eru... Og hvað gauð er þetta? Hérna eru þrönga gallabuxur ekki tískupandi. Hann er í útvíðum gallabuxum. Nei, það eru þröngar yfir raskat á hann, sko. Þetta er skelfulegt. Þetta er alveg ógjöfslegt. Getur þú bara ekki... Þetta lag er bara Egill. Nei, ok, ég get ekki verið það dómarur. Þetta er bara mín skoðun. Það var semst minn smekkur. Það eru örgulega margir að núti sem fíla þetta. Þinn smekkur sucks. Ég er ekki henni á leiðunni, sko. Það er þín orð. En þetta var stuðlagið. Er ekki besti parturinn búinn, eða? Já, besti parturinn kemur tvisvar, sko. Þannig að besti parturinn kom á hann. Sko, besti parturinn er? Þú ekki bara... Þessi hérna. Það er komið að... Vá, hvað... Lægið er búið, Egill. Þú sagði að það væri 3 mínútur. Ég gaf þér þær allar. Hvað er ég að gera? Þú búið að spila 2,5. Það var hækkað aðeins núna. Hækkað aðeins bara. Þetta aðeins. Ok, þetta aðeins. Þetta aðeins. Lægið er búið að vera eins. Ok, slaka á í 15 sekundur. Þetta aðeins. 1, 2 og pá. Hlusta. Pá. Þetta er gerfulegasti eldur sem ég sé á sviðinu, sko. Það er svo gaman að vera hann í Hlíðarból. Kólkjaður. Ekki er þetta tónleikar með þeim? Er þetta eitthvað svona tónlistarhátíð? Þetta er bara tónleika með Milk Inc. Ég fæ bara haus. Hver vill ekki kveðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eysteims drögum við út fyrirtækjavíkunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Hey þú! Já þú! Ert að fara út? Keyrðu kvöldið í gangi í skemmtigarðinum. Spilaðu trillt eins og þú vilt í klukkutíma fyrir 1990 krónur eftir klukkan 7 allar helgar. Þú getur haldið þitt eigið partí. Skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi. Ertu game? Túnlega léttöl kynir. Breski plötusnúðurinn Dale Howard feitir skífum á Volta laugardagskvöldi 23. febrúar. Aðeins 1000 krónur í forsölu á miði.is. Volta, Tryggvagötu 22. Ódýrt og gott í helgarmatinn í Krónunni. Grísakótulettur með 35% afslætti á aðeins 955 krónur og dúndurverð á krónukjúklingi aðeins 765 krónur kílóið. Krónan fyrst og fremst ódýr. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. Já, við þakkum Gilsarunum kærlega fyrir stuðla dagsins. Það var... Ekki segja að við þakkum Gilsarunum stuðla dagsins, eða þú hatar þetta with a passion. Nei. Hatur er mjög ljótt orð, að hata. Mér finnst það bara ekki gott lag. En ég þakka þér eins og það fyrir það, því ég er þakklátur. Manstu, þú varst að skrá með hann inn á einhverja stefnumótasíðu og sagðir ég væri þakklátur. Já, ég var ekki til að fara að detta inn einhverja fyrirspurnir. Já. Ég get þetta að senda út eitthvað deitt. Ég meina, og ég er að sjá á mig síðu fyrir náttúrulega. Já, sem er enda stór hættulega. Ég skulle vera að láta þetta í þínar hendur. Ég fatta það núna. Ég veit ekki eins og líkilóðinn á þetta. Nei, þú þátt ekki að ég sé þetta. Það er engar áhyggjur af þessu. Já, og það er akkurat það sem ég hef. Það er áhyggjur af þessu. Að þú sért að stjórna mér inn á einhverja stefnumótasíðu fyrir Norðurlund. Ég er að fara að redda einhverju hard date, það er bara hannig. En veistu hvað er komið að? Hverju? Sturluðu staðrind. Þú erum bara að geima þér, bara það voru svo mikið að gera hjá okkur. Áðurum förum í sturluðu staðrindir, ég verð að koma inn að Eurovision. Já. Það getum bara hægt þessari keppni núna í ár, bara slúta þessu. Nú finnst þetta bara mjög laga. Nei, það þarf ekki að halda Eurovision í ár. Þjóðverjar halda þetta næsta ári, málið er dött. Já, eru þið með Kaskatu þarna? Nei, Kaskata er að fara að performa fyrir Þjóðverjan. Því líkir fagmenn, Þjóðverjar. Þetta er þjóð sem er ekki með allt niður þessu. Það er bara svona, hörðu, við þurfum að vinna þessa Eurovision-keppni. Ég var að senda eitthvað ömurlegt lag eða ekki bara vinna hana. Jú, hvað við gera? Ég veit ekki. Sendum bara Kaskata. Ég heyra að þú ert a huge fan. Þetta verður mesta walk-over í sögu Eurovision.
Já. Heldur einhverju séns í Cascada? Heldur að ég á líf Eigi séns í Cascada? Já, ekki. Hún mæti upp á svið og pakka Eyþóri saman. Já. Hún verið pakka saman. Ég vona ekki, en... Og hún líka ekki bara pakka Eyþóri saman, hún pakka öllum öðrum lögum saman. Er hún með eitthvað gott lag þarna? Þetta er Cascada, skiptir engum máli. Geta mætt á svið og hægt sér, hún vinnur þetta. Nei. 100%. Hvað Cascada? Þannig að ég að segja Jó, kannski Eurovision er hún... Þjóðverðin er búin að vinna þetta í ár. Þetta er minnst spennandi Eurovision-keppni. Þú vissir þetta í fyrra að Svíi myndi taka þetta. Hvað sagði ég við það? Ég sagði það áður en að hún var búin að vinna í Svíþjóð, sagði ég að Svíjar vinna Eurovision þetta ári. Og nú er ég búin að segja því að Cascada er að hafa vinnað þetta 150%. Þannig að það er spurning hvort að þú er í jafn sannspá ég held með Germany í ár. Þú heldur með Eyþóri samt? Nei, ég held með Germany. Ég ætla að vera í Þýskalandsbúningum. Út af því að einhver Cascada er að syngja, þetta heldur með þinni þjóð. Nei, ég ætla að vera í Þýskalandsbúningum og I'm rooting for Germany. Þeir eru ekki margt með. Það er lélegt, ég held með Eyþóri. Það er ekki bara að senda eitthvað techno-load, þetta er flókið, án gríns. Ég á lífi, bara fínasta lag. Öll lögin sem keppt í ára voru eitthvað þunglindillög. Fólk er ekki að fatta formúluna til að vinna Eurovision. Hver á Íslandi á að henda í techno-lag? Það er bara að teka 5 mínútur. Já, hver? Það er ekki að spila svona tónlist. Til dæmis gæinn sem bjóð til lagið fyrir Dodda litla, 1-2 Selfoss. Fárlega gott techno-lag. Það tók hann korter. Þetta er ekki vandamál, Blóndi. Nei, ok. En allavega, hvað voru að fara í aftur? Við vorum að fara í sturlaða staðreyndir áður en að þú ákvæðast að segja ekki bara... Ég verð alltaf fljótt reiður í tala um Eurovision, þetta er hittamál. Já, þú ert mikill Eurovision maður. Það er bara svo þess. Og upplýstir ekki bara mig, heldur allir í þjóðinu það. Þú heldur með Þýskalandi í sumar. Það segir sér sjálft. Nei, þetta heldur Íslandi. Sturlaða staðreyndir, ertu tilbúinn? Já, hvað er með það? Fyrsta er bara mjög skrítin. Hálft kíló af hvalsælu, veistu hvað hvalur ælir, er metin á $5.000. Tæpan 700 skall. Af hverju anskotanum? Ef þú hittir hval, reynda að gefa honum eitthvað viðbjóð, því að þú voru moldríkur á sig. Hvað er í ælunni hans? Ég veit það ekki. Það stóð, ég ætlaði að tjekka það, það stóð ekki. Það er greiðlega eitthvað í ælunni sem er svona, ég veit ekki, gott í krem eða eitthvað djöfullin. Húðkrem? Já, ætlaði ekki. Ok. Þannig að Kolbeinn er örugglega að bera á sig bara... Sérðu Ásgeir Kolbeins, hvað er hann gamall? Hann lítur alltaf út eins og hann sé 17 ára. Hann er örugglega að bera bara einhverja hvalsælu í andlitið á sér. Ég meina að hval út allt hérna. Ég ætla bara að finna ykkur og þannig æla á mig. $5.000. Spilaði fyrir hann stuðluðin. Það er svona næsta. Fullnægingar hjá konum endast 4 sinnum lengur en hjá karlmönnum, en karlmenn fá það oftar. Sturlu staðreynd. Það þurfti svo sem ekki að segja mann þetta. Þetta er eiginlega bara staðreynd. Af hverju fá karlmenn það oftar? Líklega ekki mest að kjafta þess að ég hef heyrt. Já, nema þú tala um Poker King. Já, ég veit ekki, þetta er bara stóð. Ég nenni ekki þetta í eitthvað perraðinn að fara að ræða þetta eitthvað betur. Hvað þá við þig? Þú að fá okkar ræðfullnæðingar á þarna? Æ, hættu þið segja, please man. Ok, áfram. Þú getur, það verður að tala um yfir ævina. Fleiri hristingar þá það? Nei, okkur er ég að tala um. Ég veit ekki, þú spyrja það. Ok, næsta, þú getur löglega keypt leðurvörur af fólki, úr fólki. Bara manns leður. Og það er löglegt og veski úr manns leðri kostar $14.000 eða 2 milljónir. Þú minn almátt. En get ég þá get ég búið veski bara úr öðri raskinn á mér og selt á 2 kúlur það? Já, ef þú tímir skinninu, þú farur ekki 2 kúlur, veski kostar 2 kúlur en... Já, ég get sem myndi að halva það. Já, en hvað er gaman og veist, við erum með veski svo allt innum på geirvart á þessu eitthvað, en ég er ekkert voðalega spenntur fyrir því að eiga Nei, ég veit ekki að þetta er mikið. Nei, en þeir segja líka, sko, það var í stjórnlegum staðröndum henni sinni, að besta steik sem við getum fengið, það væri mannakjöt. Í alvörinni? Já, en þú veist, ef þú myndir enginn segja að þú væri að geta mannakjöt, þá væri þetta besta steik sem þú myndir nokkuð til að smaka. Það er stjórnlegum staðrönd. Það er mest að kjafta þess ég heyrt. Nei, hvað veistu um það? Hefur þú smakað það? Nei, bara... Ég get lofaði því auðun, ég var að borða raskat á þér. Nei, ekkert endilega bara einhvers þar. Þú getur getið mér upphandleikinu eða eitthvað. Nei, ég bara finn eitthvað stórt eitthvað stórt kjötstík. Það þú að geta eitthvað mér, myndur þú fara í raskinn? Lærið á þér. Já, lærið. Já, ég get lofaði því að lærið á nauti er betri en lærið á þér. Ég er tilbúin að veða handlegg. Lærið á mér væri betri matur, það er stjórnlu staðrind. Einu gallin, þú væri spýtandi hárum. Ég myndi vaksa þið fyrst. Það er svona næsta, áður fyrr var löglegt að senda krakka með pósti. Að senda krakka? Já, og bara, nú er litli gilsarinn og fann til Akureyrar, senda bara með póstinum og það var löglegt þá. Bara tróði í umslag og hendi bara í póstin? Það finnst það ekki líklegt, það er bara að tekið krakkan og setja henni í umslag. Nei, það er bara svona í einhverjum póka eða eitthvað, ég veit ekki, það mátti ekki annan það. Okay. Það var löglegt. Svo er hérna, þetta tók ég sérstaklega verið þig. Þú mátt eiga íbúðina minna, bílinn minn og allt sem ég á. I'll take it. Og hýða mig. Og hýða þig? Já, bara þú mátt gera við með það sem þú vil. Okay. Ef þú getur sagt mér hvað Akon heitir fullur nafni. Já, ok.
Ekkert í tölvun Hvað er það mörg orð? Þetta eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Þetta eru 13 Nei, þú lígur því Nei, hann heitir nafnilega Aliame Dumala Boga Tima Puru Nakka Lululu Bandra Eikon Þían Það er ekki lægi með fólk Sturlu staðrind Og flókið að skýna bara Eikhánu Það verður búin að reykja eitthvað skrýtna sigaretteldir það að koma þessu Kemur ekki óvart að stytta þetta bara niður í Eikhán Já, ég meina, áttu nýjustu plötunum með Alian Dambala Boluga Tima Puru Nakka Lululu Bodra Akon Þían Nei, hún ekki Svo er það næsta Það er ekki til ennst Nei, já, þetta er hérna Bæði kvenkins, þetta fannst mér svolítið skemmtilegt Bæði kvenkins og karlkins dúfur framleiða mjólk handa afkvæmum sínum Þannig að Þú veist, dúfur, kalkinsdúfurna getur líka mjólkað allt með geruvötur I have nipples big, can you milk me? Það var grjótart ef við kallmenni getum bara verið með barn og brjósti I have nipples big, can you milk me? Það eru 2 eftir Fólk er hamingjusamast klukkan 19:30 á laugardagskvöldum að jafnaði Svona yfir heildina Þá ertu hamingjusamast klukkan 7:30 Ha? Það er horseshit, Blondale Nei Þú ert alltaf hamingjusamar á föstudegi því að það er lausunn eftir það styttir Ég er alveg sammálaður en ekki sturla staðnindir Þetta er bara eitthvað sem er Búið að mæla þetta eitthvað Já Klukkan 7:30 á laugardagskvöldi Þannig að munið það annað kvöld Klukkan 7:30 þá eru eitthvað upp á okkar hamingjusamast Já, það er svoleiðis Svo er það síðasta sturla staðurinn dagsins Þú getur þjálfað á þetta er alveg magna Þú getur þjálfað vespur og bíflugur í að finna sprengiefni og eiturlyf svona eins og gerir við hunda Ekki það ég myndi alltaf taka hundinn Hvernig þjálfur það? Út af að gefa, þú þjálfur hund og næri eitthvað gerir gætt og gefur hún köku, hvað gefur bíflugunni? Hvað ætlar að gefa henni? Þetta er stjórnstu staðinn. Það er að segja, hvað er hérna, sest hún á puttana þér og réttinu svona tiny little cookie? Tiny little, svona bee-cookie. Þetta er kakat og hefluga. Og títiprjónu svona... Það eru líka svo margar, þú veist, með fullt á svona litlu kökun. Einlega þér. Það er bara eitthvað snillingu sem að þjálfa. En myndur ekki líka alltaf vera með hundin? Bara, komin á eitthvað flugvöll, bara opna krukkuna fyrir bíflugunum, það er bara viðbjöður. Ég var ekki drætur. Þetta voru sturlaða staðrendir, Egill. Hver fannst þið best í dag? Hvað er sturlaða staðrend? Veit ekki. Gaman að því. Bring me to life. Til að hlusta hér á 2 harða. Það er eiginlega bara komið að lokum hjá 2 hörðum í dag. Klukkan að verða 6 og ég held að Rikki G sé ekki á leiðinu. Hann var hérna áðan í staðinn fyrir Pétur. Já, okkur skrítið að sjá hann svo að snemma hérna. Já, hann er vaktinn áðan þannig að hann er örgulega sússi að fara að koma að taka við á okkur. Enginn mættir í stúdíu eins og er. Við erum búin að fara yfir víðanvöll í dag og það var gaman, vonandi að þið ég gaman að kæru hlustendur. Ég er aðeins inn á firstdate.is sem er að plugga fyrir því hot date. Já, er þið komið eitthvað? Nei, ég var að senda einni frá Norway sem ég held að hendi þeim mjög vel. Ég læti þetta hvað kemur út af því. Ég er samt ekki mjög hrifinn af Noregi. Nefnum að segja mig, hvað sendur þú? Bara what's going on og eitthvað. Ekki eitthvað, verður bara reynskilum mig, hvað sendur þú? Ég sendi bara svona... What's going on? Já, hvernig erstu? Hvernig hefur það ekki? Já, hvernig orðaði það? Lífið að fara með þig? Orðaði eitthvað neins svona? Þetta kemur allt saman til ljós. Lestu þetta bara fyrir mig núna. Nú er ég án tíma stressaður. Hvað skrifaðu? Ég veit ekki hver þú ert, þetta er koni í Noregi. Þetta er, kallar þetta Sen 74 ára geðu. Það er ekki alltaf. Já, ekki maður. Hún er hérna bara, hún er gagginnið og... Hvað gerir hún? Hún er heim í Bergen. Hún er leitað um eina sanna. Það er fullt af Íslendingu þar. Hún er ljósærð. Ég get alveg hugsað mér að búa. Hún er nota bara tóbak þegar hún er í samkvæmum. Já, hún reykir og fæsir í glas. Áfengi bara þegar hún átt að skemmta sér. Alveg svo þú. Já. Þannig að ég ætla að hver myndi fara að viðurkenna það inn á svona síðu að hann væri að drekka til að gleyma. Þetta eru flestir að hann bara fá sér áfengi til að skemmta sér, eða ekki? Já, hann er bara að opna sig með það, hann sé gardínubytta. Ég læti vita hvernig þetta gengur. Hvað skrifaðu? Ég sagði bara, hello, how are you doing? Bara eitthvað svona, ég sendi eitthvað ritgerð en það sé fyrstu skilabúð. Hvað sagði hún héti? Ef henni líst vel á þig, þá fæ ég svar. Hvað sagði hún héti? Hún er bara með, hún notaðarnamn sitt, ekki fullt nafn, fara það ekki strax, slaka þá. Ok, hvað er notaðarnamni? Ég læti Sen 74. Sen 74, ok. Segðu hvað vinnur hún? Hún vinnur, hún er ekkert mikið að segja, ég horfðu, byrju, starfsgrein, annað. Já, ok, atvinnulegs. Nei, unemployed var valmöguleiki. Já, hún vilt bara ekki við. Kannski er hún bara með sitt eigi fyrirtæki eða eitthvað. Viltu sjá myndina þér svolítið? Já, maður sjá. Nei, hlifta henni hringin, viltu? Ég þér ekki vel á það, hliftu? I got your future wife, Blondale. Ég er ekki lægi með við. Hvað? Ekki lægi.
Herru, glæsilegt, þetta var FM 95 blöð þennan föstudaginn og við segjum ykkur meira frá þessari síðu okkar. Sjáumst eftir viku, félagar. Já, við erum mættir hér eftir viku, ég og Björn Bræði verðum mættir hér á mánudaginn, endilega tekja á því. Við skulum enda þetta á Calvin Harris og Tiny Tempa sem á leiðin til landsins. Drinking from the bottle. Heyrjumst á mánudaginn, góða helgi. Leiðist þér á föstudagskvöldi? Mokaðu þér til okkar! Þú borgar 1990 kall og getur rústað vinum þínum í skuggalegum leikjum í klukkutíma eftir klukkan 7. Skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi. Ertu game? Tunglega léttöl kynir. Breski plötusnúðurinn Dale Howard þeytir skífum á Volta laugardagskvöldi 23. febrúar. Aðeins 1000 krónur í forsölu á miði.is. Volta, Tryggvagötu 22. Áttu eftir að redda kvöldmandum. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Áskrifundur í Stöð 2 Vild geta nú fengið stóra eldbakaða Rizzo pítsu á 790 krónur í 3 einföldum skrefum. Skref 1. Skráðu kreditkort fjölskyldunar á stöð2.is. Skref 2. Pantaðu alltaf 5 stóra pítsur með 2 álagstegundum í símanúmerið 577 7000. Skref 3. Sæktu pítsunar og njóttu í góðum félagskap. Þetta raunverulega einstakt tilboð því aðeins hægt að nýta sér það einu sinni til 20. og 7. febrúar. En mundu að þú getur skráð alltaf 5 kreditkort fyrir hvert heimili með áskrift að Stöð 2. Stöð 2 Vild eldbökuð snilld. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. Árunni 2011, Chipmunk og Chris Brown á FM þegar klukkan 6 og rétt rúmlega það. Þórður Daniel, tikið við FM 95 blöð. Það bara 2 hörðum á föstudegi. Ætla að vera enda með þetta klukkan 8 í kvöld og það er betri blandan. Þetta komið að One Direction. Þeir eru flottir, ógeðslega vinsalega þessi gæðir. Let me kiss you. Þórður Daniel.